Let's go. Velkomin aftur, við förum inn í þennan síðasta og þriðja leikhluta hérna á þessum hockey-þætti. Hérna ég komið með Jónínu úr liði SA. Já, SA núna, það ekki ásynjur og innjur. Nei, ekki ár. Núna eru bara 2 lið í deildinni. Já. Þannig að þetta verður dálítið öðruvísi. Já, frekar. Það verður ekki sama keppnin og við vorum með síðustu 2-3 árin. Eiginlega mesta keppnin var milli SA-liðina, Ásynja og Ynja. Enda í landsliðinu hafa verið það bil 16 leikmenn úr Skautafélagi Akureyrar. Og það eru svona 20 leikmenn alls, þannig að það segir svolítið mikið. En núna í ár þá hafa nokkri leikmenn frá Akureyri skráð sig í Reykjavíkurliðið, þannig að við erum vonast til þess að það styrkist og gamlir leikmenn, skulum segja leikmenn eru komnir tilbaka úr fæðingarorlofi og svona í Reykjavík, þannig að við erum að vonast til þess að það sé að styrkjast. Þetta verður svolítið einhæft. Í síðasta tímabili baráttan á Íslandsmeistaratitilinn var á milli Ásynja og Ynja innbyrðis leikur hjá SA. Það hefur verið dálítið sérstakt líka. Já, það mjög krefjandi. Sérstaklega því að flesta daga vikunar erum við að æfa saman og svo eigum við að mæta sem andstæðingar svona nokkru sinnum yfir tímabilið. Og síðustu 2 ár hafa reynt mikið á okkur, sérstaklega því að við erum að spila á móti vinum en það alveg hörð barátta því að hvorugt liðið vill tapa. Og 2017 þá tapaði ég í fyrsta skipti í svolítið mörg ár Íslandsmeistaratitlinum og það var undarlegt að SA var Íslandsmeistari en ekki ég og við eldri stelpunar. En við skulum segja að við höfum hent okkar núna í vor. Og það snýrist alveg við urðum deildarmeistarar 2017 og þær Íslandsmeistarar, Ynjurnar og bara í mjög spennandi og flottum úrslitaleikjum og sama var í ár, þær urðu deildarmeistarar en okkur tókst að taka Íslandsmeistaratitilinn en svo sögðu við bara stopp. Það miklu skemmtilegra að mæta á æfingar og við erum sem 1 lið en ekki 2 af því það alltaf á milli okkar inn í klefanum og inn á ís þó að við sýnum það ekki en það alltaf pínu togstreita. En núna hún alveg farin. Núna getum við bara verið liðsfélagar og undirbúa okkur fyrir leiki og fyrir þær stelpur sem í landsliðinu þá erum við að undirbúa okkur líka fyrir það. Þannig að nú erum við miklu meiri félagar heldur en síðustu 2 ár. Og það skiptir líka máli að því að svo kemur landsliðsverkefni sem segir meirihlutinn af leikmönnunum úr SA þannig að þið þurfið að fara að vinna saman og þá alltaf erfitt mitt að vera búin að vera í harði baráttu Íslandsmeistaratitilinn innbyrðis. Já. En þú hangir ennþá inn í hópnum, landslýshópnum? Já, ennþá, já. Ég get alveg verið mamma leikmannana. Síðasta vor var ég 37 ára og yngsti leikmaðurinn 16. Þannig að ég hef alveg tök á því að vera móðir margra leikmanna. Þetta frekar, nú það bara þannig að við erum með mjög marga leikmenn, virkilega góða leikmenn sem gætu verið að fara að spila erlendis á næstu árum og þær eru ungar og mjög efnilegar og góðar. Og ég eiginlega bestu leikmennirnir okkar á landinu en þær þurfa nokkra reynslubolta og ég hætt að eiga börn þannig að ég hangi ennþá inni og við erum annað nokkrar sem erum, yfir 25 og yfir 30 sem náum að hafa reynsluna, höfum farið þá oft út með landsliðinu, við getum svona aðeins miðlað reynslunni en þær eru svona með tæknina og flottu skotin og mörkin og alls konar svona en við kannski náum að spila svona leikreynslan og svoleiðis, náum að hafa það þá með og þannig að þetta svona hefur góð samsetning held ég bara. Hlýtur að vera dálítið krefjandi að ætla að setja upp tímabil þegar það eru 2 lið í deildinni hérna heima og meirihlutinn á landsliðinu í sama liðinu og þurfa svo að mæta gríðarlega sterkum liðum annarra þjóða á heimsmeistarmótum. Hvernig fer maður að þessu? Ég held að maður þurfi að hafa bara rosalega mikið metnað. Ef ég tala út frá sjálfum mér þá lifi ég fyrir hockey og ég bara anda og borða og drekka og allt það bara hockey. Ég hugsa bara nú þarf ég að borða af því að það æfing í kvöld og maður þarf að hafa gríðarlegan áhuga, mikinn vilja, mikinn metnað. Við erum það heppin á Akureyri að þjálfarar og bara umgjörðin mjög sterk og góð í kringum okkur. Þau hafa ekki bara deildin í huga heldur hafa líka framtíðina og einmitt landsliðið í huga.
Þannig að við erum að spila á móti strákonum sem að skella okkur ansi oft og en þá erum við að fá að spila hraðara hockey og bara erum með krefjandi og góðar æfingar. Við förum í ræktina til þess að halda okkur í formi því að það er ekki nóg að mæta bara á ís. Maður þarf að, bara eins og allir topp íþróttamenn vita, það er ekki bara eins og það er hjá Þór Káa eða í handboltanum í Káa Þór og blakinu og í rauninni sama hvaða íþrótt það er. Ef þú ætlar að gera góða hluti þá er ekki nóg að mæta bara á æfinguna, það er aukaæfing sem skiptir máli. En þetta er vissulega erfitt og þú þarft að hafa eitthvað vilja og þú þarft að hafa eitthvað hérna svona inn í þér sem að heldur þér gangandi og berði áfram því að það kemur alveg fyrir að maður hugsi bara það er sunnudagskvöld, ég nenni ekki á æfingu. En þá hugsa maður, ég þarf að komast í landslið eða mig langar í landslið og mig langar að vera með, hvað þarf ég? Og þá þarf maður bara að vera með sterkan vilja og gríðarlegan áhuga til þess að halda áfram. Og einmitt eins og það að fara inn í tímabil, þú veist að þú ert að fara í úrslitaleikinn, þú veist jafnvel að þú ert að fara að vinna titilinn áður en tímabilið byrjar. Yfirburðin hafi þannig að því að vera að vinna leiki með meir en 10 marka mun, maður þarf að setja sér kannski einhver önnur markmið til þess að halda sig gangandi út í gegnum tímabilið. Já, það er þannig. Við reyndar, eins og ég nefndi áðan, þá eru breytingar hjá Reykjavíkurliðinu sem að lofa góðu. Þannig að við erum kannski ekki alveg vissar en aftur á móti vorum við að sameina 2 sterkustu liðin á landinu sem merkir að við erum núna með eitt rosalega sterkt og stórt og gott lið. Við erum með þarna 20 leikmenn sem eru eiginlega bara allir, þeir eru allir á landsliðslista og þannig að ég held fyrir okkur það svolítið þannig að við erum að horfa meira kannski til lengri tíma á landslið. Hvað get ég gert til þess að vera í nógu góðu formi fyrir landslið, fyrir þær sem hafa farið út með landsliðin áður, við vitum hverjir andstæðingarnir eru, hvað þær geta gert, hverja við þurfum að vinna og þess áttar hvað við þurfum að bæta okkur í og það er eiginlega það sem held okkur svolítið gangandi og ég lætur okkur vinna áfram. Við erum ekki beint að horfa kannski, við auðvitað horfa á deildina en við horfum miklu meira á landslýshópinn og landslýsferðina sem er í byrjun apríl held ég, minni mig. Kosturinn við þetta lítur líka að vera ákveðin samheldni í hópnum þegar þeir eru að æfa saman yfir allt tímabilið sem að önnur landslið hafa kannski ekki hópurinn að koma saman fyrir landslýsverkefni en þeir eru að æfa í deildinni saman og þjálfari liðsins náttúrulega hann Jón, framkvæmdastjóri sem kom hérna og opnaði þáttinn fyrir okkur. Já, við þekkjum náttúrulega hver aðra rosalega mikið. Fyrsta lagi náttúrulega leikmennirnir hér á Akureyri að því að við æfum allar æfingar saman, spilum leiki saman, hvort sem það er á móti Reykjavíkurliðinu eða á móti strákunum. Svo það þannig að þessar stelpur sem eru til dæmis erlendis að spila, við þekkjum þær líka því að við höfum verið að spila með þeim í landsliðinu í mörg ár, sérstaklega ég. Þannig að ég þekki þessar stelpur vel og maður veit þeirra kosti og þeirra galla og hvernig maður getur unnið saman. Þannig að það má eiginlega segja að landsliðsleikmennirnir þekkjast mjög vel. Þessar ungu, þær hafa kostin á því, hvað maður segja, kostin við það að þessar ungu eru að koma í liðið það að það er svo stór hluti á Akureyri þannig að þær eru ekkert að spila með kannski 16 mönnum sem þær þekki ekki neitt, þær þekkja stærsta hlutan alveg mjög vel, annarkvort spila þær á móti þeim eða með þeim, þannig að þessi hópur þekkist ansi vel. Þannig að við getum alveg unnið og vitum hvað við þurfum að bæta til þess að geta unnið vel með þessum ákveðna leikmanni þó hann sé ekki að spila með okkur dagsdaglega. Meðan að kannski, ef við tölum bara íslenska kvennalandsliði í fótbolta, þær eru að spila út allan heim og hvort sem er á Íslandi eða erlendis og eru kannski ekki að spila með mörgum leikmönnum saman í liði, að þá þurfa þær að læra að stilla sig betur saman en við erum eiginlega bara alltaf saman, þannig að við þekkjum hver aðra svolítið vel já og það er mikill kostur. Það auðveldar landsliðsþjálfurunum mjög mikið að geta í rauninni treyst leikmönnum að vita hvernig á að spila saman og þeir þurfa svona að pússa þetta kannski pínu en ekki mikið. Algjörlega. Nú er tíminn því miður farin frá okkur og við erum að hlauta þáttinn til loka. Já. Takk fyrir að gefa okkur innsýn í kvennahokkí og þessa stöðu sem er í hokkíinu og ég hvet ykkur áhorfendur til þess að koma og sjá leikina því að þetta er jú landsliðið í rauninni sem er að spila hvert einasta leik hérna hjá SA. Takk fyrir samfylgdina í þættinum og við sjáumst í næsta þætti.